Heyrðu, gaman að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Hvernig bara kannski fyrst á öllu, fyrir svona manni svo þig, þú ert ekki búin að gefa kannski mikið færi á einhverju svona ítarlegum viðtölum. Hugsarðu þig lengi áður en þú segir já við að koma í svona viðtal? Já, ég gerir það nú, sko. Ég hef nú kannski sagt bara nei, hefði bókin kannski ekki verið að koma út á þessum tíma, sko. Okay. Kannski hefði maður gefið svona aðeins færi á sér kringu það. En hef ekki verið að sækja spennt eftir því að fara í viðtöl, sko. Þú fannst þig knúin til þess að koma með þessa bók núna? Já, ég var svolítið, ég fannst eftir að svona málunum var að ljúka þarna 2018, þá fannst mér það tímabært og nauðsynlegt að setja þetta saman á eitt stað, sem málaferlinn og setja alla söguna í samhengi. Er einhver ástæða fyrir að þú valdir þennan tímapunkt? Já, þetta var náttúrulega svona tímapunktur sem að sá fyrir endan á þessum málum. Það ég hafði verið þarna undir grun í rannsókn, í dómssölum, síðan, í byrjun þessar aldar. Og þetta var svona frítóm dagar að renna upp. Þannig að við svona, sem var til þess að þessu hugmynd bókin að koma upp. Og það var farið á stað. Ég hætti nú við svona í huganum nokkuð oft, sko. Já, var það? Já, það var nú bara, þetta alveg erfitt að rifja allt upp og fara í gegnum þetta. Það voru nokkuð, það voru nokkuð oft sem að hugsa, kannski bara best að láta þetta bara vera. Íhugaðu oft löngu eftir að ferðlega að byrja? Kannski bara mest þarna í byrjun og þegar maður var svona að fara yfir þetta og það er nú einhvern veginn þannig að sko að hugurinn svona gleymir svona mómentin sem þú vilt gleyma, sko. Og þannig maður það var svona þurfti að rifja þetta eins upp og fara yfir þetta og þá komið svona kannski er þetta ekki rétt, kannski að maður bara let it be, sko. Þegar þú segir frá upphafi þessar aldar að þá náttúrulega oftast þegar fólk er að hugsa um hrunið og dómsmál og svona, þá er það náttúrulega að hugsa um hina. Það sem gleymist á stundum er að þú ert náttúrulega búin að vera miklu lengur. Ég var komin í talsverða æfingu, sko, í þessum dómsmálum og eiga við yfirvaldi, sko. Það byrjar inn 2001, sko. Þegar ráðist inn í Bög. Ég ætla að koma betur inn á þetta eftir, en kannski bara svona ein spurning fannstu mikinn mun á því að vera í þessari stöðu í dómskerfinu fyrir og eftir hrun? Það var allavega svona almenningsáliti var dálítið sterkt allavega þannig að byrjunum eftir hrun að þetta hefði verið eintum verið glæpamenn þarna í viðskiptalífinu. Það var kannski öðruvísi fyrir hrunið í svona andrúmið. Upplifir þá meira að fyrir hrun hafi það verið svolítið að skoðanir fólks á því sem var að gerast í dómskerfinu varðandi þig og Bög væri þá hvort að fólk væri með á móti Davíð Oddssyni? Nei, ekkert endilega þeirri persónu, en það var svona kannski, mér fannst að vera meira balansst fyrir hrun, sko. Og en síðan kemur þetta hrun og það verður mikið reiði í samfélaginu og sem að snýra að bönkunum og aðilum sem voru áberandi í viðskiptalífinu. Og það tekur smá tíma fyrir bara samfélagið átt að segja á því að til dæmis að hrunið var ekki bara á Íslandi. Og þetta var eignabóla sem sprakk bara á heimsvísu. En það var kallað eftir refsingu eftir hrun og menn gengu hart fram. Og það enduðu sumir í fangelsi? Já. En þú varst ekki einn af þeim? Nei, ég var hreinsaður á öllum málum sem að spruttu upp úr þessum hrunamálum.
Ég ekkert endilega viss að í þessu umhverfi sem við búum í dag það væri margir að fara í fangelsi sko. Ég held að það veri svona og við sjáum bara það sem Mannréttindadómstóllinn að koma fram með hvert mál á fætur öðrum að íslenska ríkið og dómstólar hafi gengið hart fram og persónuleg mál dómara spila þar inn í. Heldur þá að ef að sömu mál væri að fara fyrir dóm núna árið 2020-2021 að þá eru þau niðurstöðunar aðrar heldur en það voru á sínum tíma? Klárlega. Á hverju byggir það? Ég held bara að þetta andrúm skapar ákveðna pressu og það var þannig andrúm að þjóðfélagið sætti sig ekki við neitt annað heldur en harðar refsingar í þessu. Kannski stóra spurningir sko, sem maður hugsar þá bæði stjórnmál og stjórnmálakerfið og réttarkerfið það á að virka óháð andrúmi það á að virka óháð einhverju stemningu en gerir það þó ekki? Ég held að það rosalega falleg hugmynd sko en bara þegar hólmenni komið þá það því miður ekki þannig sko og það var nú bara hreinlega komið fram dómara sem hafa bara viðurkennt að andrúmi skiptir máli og þetta var það mikil pressa á HR það kannski reiðlaðist einhver balans í þessum málum sko. Mér langar að koma betur inn á þetta allt svona eftir en eitt sem ég talaði við fyrir mér langaði að fara aðeins yfir söguna sko, þetta byrjar þannig að það náttúrulega bónus hvenær byrjar þú að vinna? Þú byrjar að vinna Það var löngu fyrir bónus sko það var alltaf þannig í okkar fjölskyldu það var mjög vinnusamt fólk og afi vann hjá slátufélaginu og við búðarekstur og síðan kemur pappi inn í það ég fer síðan að vinna hjá pappa þegar ég 6 ára það mín svona fyrstu skrif í verslun 6 ára? Já. Hvað gerir þegar þú 6 ára? Það var ég að fylla kókjali í verslunum í Austurveri sem var þá SS-búðin í Austurveri og fannst það alveg rosalega gaman, fekk að fara á laugardögum og var með svona stiga upp í kistuna, þetta labba upp nokkuð þrep til að bara ná ofan í að fylla á kistuna og já, þar bakterían kom fljótt í mann. Hún byrjaði þar. Þetta eitthvað sem flokkað svona næstu því sem barnatarverkun í dag? Þetta væri bara, mönnum verið bara stungið inn í dag, sko. Og svo náttúrulega bara svona áhuga á viðskiptum, blaða útbörður og selja blöðunir í bæ og síðan fer ég að selja popcorn. Hvað seldur þú popcorn? Ég seldi popcorn út á Nesi og þetta upp í Austurveri og niður í bæ og var svona með vagna að selja popcorn svona helgar og það var góðu business sko. Bara popcornsvagn? Já, bara popcornsvagn. Færanlegu popcornsvagn? Já. Hvað finnst þér þó að því að við búum í samfélagi núna það sem svolítið, ekkert svolítið, það bara svolítið verið að banna börnum að vinna þessari kynslóð sem þú þannig að mjög mikið að viðskiptafólki af þessari kynslóð varð mikið af svona þeirra fyrstu skrefum í viðskiptum til bara því að vera að selja blöð og einmitt, selja popp og eitthvað svona dót? Það held ég sko, ég meina það var náttúrulega þannig að þú vorst að eins og beru blöðin, svo þurftur að fara í húsin og sem vorst að bera úti á kvöldin, einu sinni í mánuð og rukka fyrir áskriftina. Alveg rétt. Já. Og þá þurftur að handla með peninga og þú þurftur að láta þetta stemma áður og færir og skila þér af þér. Þannig að þetta var svona fyrstu skrefin í bókvarslu líka sko. Þannig að ég held að séu margir sem að fengu sko viðskiptabakteruna út frá því að handla með blöð á sínum tíma sko. Þannig að það náttúrulega svona miður að krakkarum fáin ekki aðeins að kynnast þessu sko. Já. Ég að muni þetta núna þegar þú segir þetta. Þetta var þannig að þegar þú varst með áskrifendur og varst að bera út blöð þá einu sinni í mánuði þurftir að banka upp á fólkinu og rukka. Já, það var þannig sko. Og lendur þú stundum í einhvern skuldsegum eða? Jú, það var ég man eftir einum á Nesinu. Það var einn aðili með bara út þjóðviljan á Nesinu. Þegar maður þá og það var mjög auðvelt að bera út mokkanum í Nesinu þegar það var hver einasta lúa sko. En svo var
svo var einn áskrifandi með Þjóðviljana og ég man að hann var mjög skuldsögur líka sko. Já, ok. Þjóðviljinn hefur ekki verið mikið útborin á nesinu. Nei, hann var ekki mikið útborin. Nei. Hvað og hvernig færist þetta síðan þarna byrjaru og síðan bara svona viðskipta ferillin, á hvaða punkt ertu síðan farin að vera með mannaforráð eða farin að vera einhvers konar stjórnandi? Ég hef svona 12 til 14 ára þá ég farin að hafa stráka sem að vinna fyrir mig í popvagnunum og svo var ég komið með pulsuvagn og þannig að ég var í svona komið með mannaforráð á nokkuð ungur sko og það var síðan meðfram þessu ég að vinna í verslun hjá pappa líka og Þú spyrjaðir að vera með fólki í vinnu 12 til 14 ára? Já. Það er skrítið í dag. Já, það var nú einu vinn sem hann hafði mig vinnu að bera út mokkan með sér sko þannig að þetta var svona að menn fóru fyrir á stað heldur þetta í dag og bara gott að slæmt, ég held að sé nú ákvæðin sko þroski tekin út með og skilningur á viðskiptum sem að fylgdu þessu. Pulsuvagnar og pop, síðan það upphafða bónus? Já, síðan þarna sko þegar pappa hefði sagt upp hjá Slátufélaginu, þá ég 19 ára og þá förum við að og ég að klára verslunarskólan og hafði svona ekkert mikinn áhuga á einhverju langtíma námi og þá fórum við að kortleggja hvað við getum gert bara svona til að hafa atvinnu og höfðum þekktum matvörumarkaði mjög vel og fórum svona að leggja ráðinn að nú var kannski tækifæri að koma inn á þennan markað með einfaldar og ódýrari hætti. Hvernig var að koma inn á þennan markað á þessum tíma? Það voru ágætis tækifæri vegna þess að það voru aðilar sem voru á markaðanum það var sambandið það er ekki margir muni eftir í dag sko. Framsóknar batteríið? Jú, það var kennt við Framsóknarflokkinn. Það var svona all land og gríðarlega sterkt fyrirtæki rak margar verslanir, síðan voru einkaaðilar nokkrir Hagkaup sem voru það var mjög stórt fyrirtæki en hafði verið í uppbyggingun á Kringlunni sem var dýr og þannig að við komum svona inn á tíma sem að var ákveðið tækifæri þannig að og þetta var þannig sett saman við bara einfölduðum allt og það að vera nýttum tæknina voru fyrstir á Íslandi með strikamerki það er svona erfitt að ímynda sér í dag að fara inn í verslun og kaupa matvöru og voru ekki með strikamerkjakerfi. Áður en þið komuð þá var þetta bara verið að pikka inn? Það var bara að pikka inn á kassan sko. Já. Það var þannig að það var mikil sparnaður í því að taka upp það kerfi. Og svo þið líka náttúrulega með þessa umgjörð þar sem að þið ekki að í raun og veru vera með mikið yfirbyggingu og þetta var allt mjög hrátt. Það var allt mjög hrátt og opnunartími líka sko stóran þátt í þessu. Það að segja sko að við nýttum fólki á mótnarna til að fylla á búðina, svo fórum við á kassan eftir hádegi að selja. Hvernig var umhverfið í það því þú segir sambandið og síðan hefur maður á tilfinningunni að svo hefur mjög stór hluta kaupmönnum á Íslandi verið svona þeir kausu Sjálfstæðisflokkinn og voru kannski svona einhverju leiti með eitthvað og bankarnir á þessum tíma jafnvel þá var svona að hafa dálítið öðruvís en það er í dag, það var svona fyrirgreiðsla fyrir þá sem að þóttir rétt. Hvernig komið þið inn í þetta sem þú veist, varðandi þetta með að þeir eru kannski svona þá að fara að keppa við aðilar sem eru aðeins inngrónar inn í pólitíkinni? Jú, við komum náttúrulega ein búða sem að byrjar og það voru engin bankalán að hafa þannig séð inn í svona rekstur sko. Þannig að við byrjuðum með 1 milljón í hlutafé og það hefur dugað bónus síðan þá sko það var aldrei auki hlutafé sko eftir þessa milljón þannig að hún dugði til að koma þess á stað sko og ég er ekkert viss að það gengi betur þegar við verðum með sko 20 milljónur á höftinu sko. Akkur ekki? Af því ég held að milljónin setti dálítið aga á okkur sko það þurfti að hugsa út í einasta smáatriði af því menn hafði bara þetta, ég man þegar
við vorum búin að borga alla reikningarna sem komið þarna fyrst, þá var 50.000 kall inn á heftinu. Reka restina? Fyrir opnuna. Og síðan og síðan var bara haldið á stað. Hvernig þegar þú lýsir þessu að þú segir að milljónin hefði jafnvel verið betra en 20 af því þið hefði þá þurft að hugsa svo mikið út í smáatriðin og þá væntanlega það hlutaði að þetta fer síðan að ganga svo vel af því menn þurfa þá að slípa viðskiptamódelið alveg þannig að það verður að nýta allt alveg rétt. Já, það var alveg hugsað allt frá aðtölu hvernig var hægt að gera þetta einfaldast. Manstu og fækka handtökunum í því að höndla vöruna sem var mikið mál, í staðan fyrir að setja vörunar á lager, þá voru settar upp á hillunar og það skipti miklu máli. Þá gastu gengið alltaf á áfyllingunni að varan var, lageran var bara upp á hillunni. Og þetta var alltaf, það var labbaðinn á kælana eins og fólk þekkir í dag. Það var þannig í fyrstu búðinni og það þótti alveg fáránleg hugmynd, sko. Það var mikið kvarta fyrstu árin yfir þessu, að þurfa að labba í gegnum kælin og fólk var að heimta að við myndum skaffa úlpur og svoleiðis til að vera inn á kælunum, sko. En það það gekk upp og er þekkt í dag þú veist að fara inn á kælin. Manstu eftir einhverju augnabliki þar sem að þið eru síðan þetta byrjar að ganga vel og svo getið þið fara að opna fleiri búð. Manstu eftir einhverju augnabliki þar sem ykkur líður eins og þeir séu þá komni með einhverja svona smá innan gæsalappa töfraformúlu af því þið eru búin að þið eru búin að þróa viðskiptamódeli öðruvísi heldur en þeir sem voru fyrir? Ég held að sko við vorum svo inn í þessu að við vorum alltaf á nálum með því að það myndi ekki ganga upp, sko. Það var svoleiðis? Já, svona fyrstu 5 búðirnar að þá vorum við svona alltaf einhvern veginn hræddir að þetta gæti bröðið til beggja vona með þetta, sko. Og pabbi var miklu aggressífur heldur en ég þarna í byrjun, sko. Hann vildi, þegar við opnum verslunum við 2 og svo 3 og 4 og þá var ég svona, ég var með heftið og fannst við stundum vera dálítið brattir í þessu, sko. Okay. En síðan var það bara þannig að maður fann fyrir því þegar eftir 2-3 ára þetta var farið að bara ganga mjög vel og viðskiptavinur var ánægður og við vorum að bara geysilega harðir í því að standa við loforði, sko. Að vera með lægsta verðið. Vera með lægsta verðið og unnum alla verkarna sem voru teknar, sem voru miklu fleiri heldur en er í dag. Að það var nánast í hverri viku voru gerða verkarnar í maturverslunum og undantekningarlaust unnum við þær allar verkarnar. Voruð þið þá með fólk að hlaupa í hinabúðunar og skoða verð og... Já, þetta var þannig, kerfið, sko, framan af var þannig að ég sem fór út klukkan 10 þá byrja svona 7-8 að vinna í búðunum og fylla á og svo fór maður og heimsótti Hagkaup og Fjarðarkaup og allar þessar helstu búðir og skannaði verðin hjá þeim. Þá voru þeim tíðan þegar við vorum að byrja, þá voru þeir ekki konum við strikamerkin. Þannig að þeir settu sko límið á hver einustu vöru. Okay. Það er eins og maður sé að tala bara um fornöldina. Já, maður er búin að gleyma þessu þegar það voru límiðar á öllum vörum. Það voru límiðar á öllum vörum. Þannig að maður skannaði búðirnar og svo að maður sá einhverju verðbreytingar þá fór maður bara í kerfið og breytti verðum áður en við opnuðum, því við opnuðum alltaf á hádegi, sko. Og þannig tryggðum við það að við varum með lægsta verðið alltaf þegar við snérum lyklinum, sko. Og þetta var oft mikið fjör. En þú segir að pabbiðin hafi verið aggressívar en þú, en síðan kemur eitthvað punktur þar sem að þú verður aggressívar en hann í því að kannski þegar að umsvifin þín fara að aukast meira og maður er á tilfinninguna að hann hafi svolítið svona verið kannski meira svona, hvað er maður að segja, svona gamaldags viðskiptamaður. Já, hann það svona kringum aldamótin þá svona fer ég kannski að færa í stærri mál og hann vildi bara vera í bónus og vinna í því verkefni, sko.
Hver er munurinn á því, að því maður hugsar það oft fyrir eitthvað sem hefur kannski ekki verið í fyrirtækjarekstri, að þú átt fyrirtæki og það byrjar að vel að stækka og það byrjar að ganga vel. Hver er munurinn á einstaklingi sem segir, ok, ég ætla bara að halda með þetta og einstaklingi sem segir, nei, ég ætla að halda áfram að expanda og stækka? Hver er munurinn? Ég veit það ekki, sko. Það er eitthvað með svona dræfið að gera, sko, og bara einhver, hvernig fólk sér. Pappa fannst ekki spennandi að fara mikið erlendi, sko. Nei. Í að taka þátt í fyrirtækja vafstri þar, sko. Hefði markaður verið nóg stór eða þannig, þá hefði maður örugglega bara, hefði verið á miljóna manna markað, þá hefði ekki verið að horfa neitt annað, heldur bara að rúlla þessu fína konsepti út, sko. Er það ekki? Því maður hefur svona tilfinningun að það sé ákveðin tegund af viðskiptafólki sem vill bara alltaf halda áfram. Það er alveg saman, þú ert 70 og endalist af peningum. Ég veit ekki hvað ég á marga vini sem eru búin að reyna að vera rítært 55 ára, 60 ára og 65 ára. Það er bara ákveðið svona eitthvað dræf í gangi að menn bara fá óþol eða eru búin að vera á ströndir í 3 mánuði, sko. Einmitt. Og Er það því það er þessi klassíska spurning fyrir fólk sem kannski hefur aldrei prófað að eiga mikið pening? Að það skilur ekki alveg hvenær er nóg. Af hverju heldur maður alltaf áfram þegar maður er komin í velgengni og gengur vel og stækka og gera meira og meira? Ég held að, sko, hjá flestu þessu fólki er það ekki að hugsa peningin. Heldur er það bara, sko, ánægðin af því að vera að gera eitthvað og framkvæma eitthvað og halda áfram, sko. Það eru þeir sigrar sem skipta kannski meira máli að byggja eitthvað upp heldur en kannski hvaða nákvæmlega er einn á heftinu þann daginn, sko. Upplifir þú það eins og þér þegar umsvifin fara að stækka ákveðið mikið og þetta er orðið rosalega mörg fyrirtæki og rosalega háar upphæðir, að þá er það ekki aðal markmiði sjálfur sér að vera að hækka peningatöluna? Nei, ég meina það var ekki dræfið sem slíkt, sko. Það var bara kannski nýta sér tækifæri og byggja eitthvað upp, sko. Það var tóltið, maður var ekki að leggja saman alltaf á kvöldin hvernig þetta stæði, sko. En auðvitað er það partur af þessu. Er það líka þetta sem gerist að þegar þú komið með ákveðið mikið af peningum og þá eru náttúrulega peningar ákveðið hreyfiafl og þá getur verið að búa til nýja hluti og þá viltu láta peningana vera í umferð? Og svo er þetta bara dálítið þannig að þú færð stundar viðskipti erlendis, þá ertu kannski að færast upp með eina deild, þú ert farin að spila í annarri deild og það sem þykir kannski stórt hérna þykir bara lítið úti, sko. Þannig að það er... Hver er munurinn á því þegar þú stígur fyrstu skrefin í að vera erlendis? Hver er munurinn á deildunum? Í mjög einföldum máli. Bara aggressív, sko. Þetta er bara... Þetta er svo að, ég ætla mig ekki líka, sko, dálítið við bara tæklingunum, að vera bara í venjulegum fótbolta hérna og svo ertu bara komin í NFL tæklingar, þegar þú ferð á þess að starri markaði, sko. Hvað felst í því? Það er náttúrulega bara, það eru náttúrulega bara, það er starri hópur sem þú ert að keppa við og menn eru aggressívari, og svo segja menn sama söguna hérna, sko, Evrópa versus Bandaríkin, sko, og Evrópu, viðskiptamönnum finnst Bandaríkin alveg, sko, fáránlega aggressív, sko, þannig að þetta svona raðast upp í þessum deildum, sko. Eru Bandaríkin á öðru leveli þegar kemur að þessu? Já, þeir eru aldrei upp miklu meira brútalendur en Evrópumenn í viðskiptum, sko. Hvað felst í því að vera brútal og aggressív í viðskiptum? Það er bara, hérna á Íslandi er kannski, það er sem þú segir og lofar skiptir miklu máli. Að þú standi við það. Minna máli kannski í Bretlandi og síðan skiptir það bara ekki máli í Bandaríkjunum. Finnst manni, sko, það sem allavega, þetta er svona cutthroat, er þetta kallað, umhverfi. Þannig að ef þú passar þig ekki, þá ertu bara, þá eru undir, sko. Þá eru undir, þannig að menn eru þá konur á þann stað að svo framalega sem hún sett réttu megin við línuna lagalega, þá er allt lefilegt. Já, það er dálítið munurinn á þessum deildum, sko. Hvenær, að þú sagðir í byrjun viðtalsins þetta með að vera búin að vera fyrir dómsölum nánast frá aldamótum.
Á hvaða augnabliki upplifur að það væri eitthvað vandræði í aðsí? Já, inn í byrjun. Við vorum alltaf búin að eiga ekki þægileg samtöl við stjórnvöld. Það var búið að baunatóldi á okkur hérna í 99 þegar við fjárfestum í FBA fjárfestingarbanka atvinnulífsins. Þá svona, og sem var svona fyrsta einkavæðing alvöru einkavæðing lands. Og þá var alveg ljóst að stjórnmálamenn ákveðnir töldu að þessi einkavæðing hefði ekki hefnast eins og lagt þar uppi. Og það hefði kannski komist að þar menn sem áttu ekki að vera í þeim sætum. Þegar þú segir að þið áttu ekki þægileg samtöl við stjórnmálamenn eða ertu þá að tala bein samtöl ykkar við þá? Eða þessi stjórnvöld voru að láta út úr sér? Það var bara það sem menn voru að bauna á fyrirtæki, Bara opinberlega í fjölmiðlum? Já. Og það var svona æstisleikurinn, Og síðan þegar við komum að þetta fréttablaðinu, þá fannst mann líka, það þyngjast rosalega. Ég ætla að spyrja það út í það. Það er 2002. Já. Og upplifur eins og það hafi verið skref sem, af því það er einhvern veginn, Morgunblaðið, svo er fréttablaðið tiltölulega nýtt, gengur vel, það er að ná mjög hröðum vexti, að þá hafi ákveðnum aðilum kannski farið að stafa ógnað ykkur eða eitthvað af því þið voruð búin að eignast fréttablaðið. Já, það var allavega metið þannig að við varum í hreinum pólitísku leik með þessum kaupum, eða aðkomu í þessu. Er eitthvað til í því? Nei. Það var engin pólitískur draumur í maganum, Okay. En af hverju kaupa fréttablaðið, er það þá af því þið sáuð að það veri góðu business eða því þið sáuð einfallega að þar getur þið bara verið með góðan aðgang að því að auglýsa Já, eins og kemur fram í bókinni, þá er það fyrst og fremst það að við vorum náttúrulega með mörg fyrirtæki á Íslandi sem voru að auglýsa mikið á þeim tíma og þá var náttúrulega ekki þetta umhverfi sem við höfum í dag að það voru ekki valkostir á hverju horni. Nei. Og það var þannig að þú þurftir að panta auglýsingar í Mogganum í janúar sem var alltaf að birta í desember. Var umhverfið þannig? Já. Þannig að og síðan fannst manni dóttið skrítið að þessi fjölmiðlar sem heimtuðu að þú pantaðir 12 mánuðum fram í tíman voru síðan að sýtir við þig að við erum ekki að lækka vörur þegar það var í mest að gera þetta var eins og bara rjóma eitthvað svolítið í desember en fjölmiðlar á þeim tíma hækkuðu alltaf verðin í desember þannig að þau varst að borga kannski 2-falt verð með verðnilega mánuð að það var svo mikið að gera Þegar þú þurfti mest á auglýsingunum að halda Já, þannig að við vorum svona mjög ásáttu við þetta og það var genum ástæðina við fjárfæstum í fréttablaðinu. Bara til að eiga aðra valkosti. Við kunnum ekki í raun blaðamennsku eða hvernig átt að framleiða blöð eða eitthvað slíkt. Við erum að sjá tækifærin fyrir okkar fyrirtæki að geta komið sér á framfæri með ódýrari hætti. Er þetta að því þegar það er svona talað að því maður hugsa rekstur fjölmiðla á Íslandi, jú, það kom eitthvað blóma tímabilan á einhverjum búndi, en síðan í gegnum tíðina hefur þetta nú yfirleitt bara verið taprekstur. Þá hafa menn hugsað, þetta hlýtur þá, menn eru þá að kaupa fjölmiðla fyrir völd og þá er verið að hugsa eitthvað svona pólitísk völd, en er þetta þá, náttúrulega öðruvísi núna, en er þetta þá líka vegna þess að menn, einfaldlega ef þú átt bara mjög mikið af fyrirtækjum og þá ertu að kaupa fjölmiðil til þess að geta auglýst í hún? Já, það meikaði alveg sens konceptið á þessum tíma, Og það hljómar svolítið furðulega að tala þetta í dag þegar það komið YouTube og Google og Facebook og allt þetta. Okkur fórst ekki bara á Facebook og auðvitað, það var bara ekki Facebook. Nei, ég er að segja, var markaðurinn það einhæfur að menn... Það var það einhæfur. Að menn gáttu séð bara beinan hagi að kaupa fjölmiðil bara til auglýsingum. Það var bara þannig, þú gast ekki maturverslun á Íslandi og auglýstir ekki Mogganum. Var það svoleiðis? Já. Af hverju ekki? Það bara, þú komst þér ekki á framfæri. Jú, gast nota RÚV en að koma svona, eins og blöð hafa, voru á þeim tíma, voru aðal miðillin eða þú varst að auglýsa tilboð eða eitthvað slíkt. Þannig að það var nú allt og sumt, Þannig að samfélkinga, samsæðiskenningarnir áttu ekki stóð
hverjir voru samfylkingar samsæriskenningarnar sem þú kallar? Það var bara þannig að við værum bara að kaupa blaði til að styðja samfylkingu. Og við værum andstæðingar sjálfstæðisflokksins. Og sem var náttúrulega ekki rétt. Það var, ég hef alltaf talið að mig vera svona frjálshyggjumann, ekki svona dálítið á móti bóðum og bönnum og svona frelsi einstaklingsins sé í fyrirrúmi. Sem að passa svona bara nokkuð vel við Sjálfstæðisflokkin? Stefnu Sjálfstæðisflokksins. Er það? Sjálfstæðisflokkurinn, ég veit... Jó, ég meina, síðan tala menn það að hann hafi nú kannski full mikið verið afturhaldsflokkur, sko. En hann líka sveiflast með þeim sem eru í forsæti þar, hverju sinni. Já. En þegar þú segir að þú hefur verið frjálshyggjumaður, ertu ekki bara ákveðnu leiti langt til hægri við Sjálfstæðisflokkin? Nei, ég myndi nú ekki segja það, sko. Ekki? Nei. Að því í svona stjórnmálalegu samhengi þá Sjálfstæðisflokkurinn sé hægri flokkur fyrir okkur, að þá þurfum við talandi að því þú varst að nefna hægri flokkur, þú varst að nefna Bandaríkjan áðan, sko, að þar væri Sjálfstæðisflokkurinn vinstri flokkur, sko. Já, hann var talin nær demokrátunum, heldur en. Ég held að maður talin vinstra með demokrátunum, sko. Já, jafnvel. En þessi sögurskýring sem maður heyrir oft, að það hafi verið, eins og þú sagðir á með fyrsta einkavæðingun og allt þetta, svo hafi komið það sem var oft kallað götustrákar, sem átti ekki að fá svona mikil völd. Og þá stundum talað Jón Ólafsson og síðan talað þig. Og þetta... Það var nú svona, þessi orkuhópur var mjög ábyrgandi, sem var keypti fjárfestingarbankann og lenti þarna upp á kant út af því. Og það var ég og Jón og Þorsteinn Már og Egil Sveinsson sem voru í þeim ágæta hóp. Og jú, það voru stjórnmálamenn sem héldu því fram að við varum götustrákar og ættum ekki. En var þetta í alvörunni þannig á fólk að trúa því að það hafi verið búið að ákveða að ættu aðrir að fá hlutina og síðan hafi komið þarna einhverjir sem voru þeim ekki dómnali? Það er klárt. Á hverju byggir það? Ég bara, nú má klukka í bókina, sko, það er ákveðt skapli þetta, það sem það er farið yfir þetta. Að þetta fór ekki eins og var ætlað. Mundirðu segja, ef við tökum aðeins bara... En það sjáum það líka, sko, þegar að síðan eru einkavæg til Landsbankinn og Búnaðarbankinn, þá þessi raun skipt bara á milli flokkana, sko. Hverju fá? Veitum við? Jú, þeir tengdi fram svona flokknum fengu Búnaðarbankann og þeir tengdi sjálfsagt flokknum fengu Landsbankann. Og þá ætlaði ég að spyrja mitt ef ég tek nú aðeins athyglina frá þér og ykkur. Er þetta bara svona í stjórnmálum á Íslandu og er þetta þau jafnvel ennþá þannig í dag að það sé, við þetta verður að líta þannig út á yfirborðan að allir tækifæri að fá þetta en við erum eiginlega búin að velja hverjir að fá þetta? Nei, ég held að sko að við sem erum búin að læra ákveðna leksju í þessu og við erum ekkert eina landi sem lendum í vandræðum með einkavæðingu, við sáum hvað gerðist í Austur-Evrópu, það var algjörar hörmungar og en fyrir samfélagið, en fáið fengu lottóvinningin, sko, en ég held að við erum að horfa á Íslandsbanka núna, fara úr ríkisegn í að vera skráðan á markaði og ég held að það sé svona þroski í því ferlið eins og því stilt upp núna með það sem var á sín tíma. Þetta er á tíma þarna aldamótin, það sem er náttúrulega búið eins og minn talar Austur-Evrópu, mundirðu jafnvel þá segja að einkavæðingin og ákveðnum hlutum á Íslandi hafi verið svona dæjat útgáfa því sem var í gangi í Rússlandi? Nei, ég ætlum kannski ekki að ganga svo langt, sko. Ég held að það hefur nú verið svona mun betri áferð á einkavæðingur á Íslandi heldur en á þeim markaði, en það voru svona byrjandabragur á sig, ef ekki bara orðað þannig. Byrjandabragur á sig, ok. Hvar er það síðan sem að þetta, þú segir þetta með fréttablaðið og þegar þið fara eignast fjölmiðla þá finnir að byrja, hvar er það síðan sem að þetta bara, þessi illvild og þetta óveður byrjar í alvöru, er það með bolludagsmálun? Jú, byrjað þar og byrjað með kaupum okkar á Stöð 2
og Bylgjunni. Það þótti algjör brjálaði að leyfa einu og sama fyrirtækinu að eiga sem fréttablaði Stöð 2 og Bylgjuna. Hvenær kaupið þetta Stöð 2 og Bylgjuna? Þetta ekki 2004? Já. Árað ára en ég byrja að vinna á Stöð 2. Já. Þú meinar, það hefur líka verið 2003. 2003, já, getur verið. En upplifir það að byrja þar þó? Nei, ég meina þetta allt bara þetta svona snjóbolti á ferð, sko, og ég myndi nú segja svona hámark í óvildinni þetta fjölmiðlafrumvarpið sem að það náttúrulega bara fer bara þingið og þjóðin og forseti gripur inn í að það fer bara alltaf snúast þetta mál þetta í nokkra mánuði, sko. Og Ólafur Ragnar steig þarna fram og hafnaði lögunum. Þetta náttúrulega rosalega sögulegi tímar. Fyrsta lagi með bolludagsfréttin, þetta náttúrulega í fyrsta skipti í Íslandssögunni sem verið að halda því fram að það sé verið að reyna að múta forsætisráðherra og síðan í fyrsta skipti í Íslandssögunni sem að forseti synja lögum. Já, það gekk á ýmsu þarna, eins og þetta bolludagsmálið, það var mjög sérstakt náttúrulega, ef að það var verið að múta sko, forsætisráðherra landsins, akkur sagði hann ekki frá því, bara þegar það var gert, sko. Akkur beða með það í marga mánuði að koma með það fram, sko. Atburðarásin fyrir þá sem að muni ekki eftir þessu þannig að það kemur út frétt eftir Reynir Traustason, þar sem að Hreinn Loftsson segir það sem verið stjórnarmenn í Baui sem lýsa miklum áhyggjum yfir hvar forsætisráðherra landsins sé komin í afskiptum á fyrirtæki. Og svo mætir hann í útvarpsviðtal nokkrum dögum seinna? Nei, nokkur seinna, sko, einhver viku seinna og segir sko frá því að það var einhver nýr þáttur á Rás 2, ég gleymist aldrei þessum mómenti, bara fylgjast með og þá kemur hann með þetta fram að við höfum reynt að bera á hann fyrir. Þú segir gleymir aldrei þessum mómenti. Ja, þegar ég bara heyrði þetta, ég fannst þetta svo algjörlega. Þannig að heyrir þú í útvarpinu að forsætisráðherra að saka þig að hafa verið að reyna að múta sér með 300 milljónum. Já. Hvar varstu staddur? Ég var bara niður á Sóleyjargötu, sko. Og hvernig leiðir að heyra þetta? Við hjónum bara horfum á hvort annað bara, hvað er að gerast hérna, sko. Og að því við vorum bara þetta var svo ótrúleg saga, sko. Og Hreinn Loftsson hringir í mig þarna eftir þetta og sagði mig þá að kallinn hafði hringt í hann og spurt Hreinn, manst ekki svona eftir þessari sögu? Og Hreinn sagði, nei, þetta var ekkert sagan, sko. En svona fór þetta í loftið og varði út mikið hafri. Eðlilega. Þetta gerist ekki hvernig degi En Forsætisráðherra að stígu fram og segist að vera reynda mútunum, sko. En af því ég hef spurt Davíð út í þetta og það er hitt hann, þannig að ég er örugglega einn af ekki mörgum sem hef spurt eftir að spyrja Hrein út í þetta líka, en sko, hvað gerðist á þessum fundi? Heldur þú? Ég veit ekki, nú er það alveg... Hreinn nefndi eitthvað með íslenska erfðagreiningu og 300 miljónum. Jú, einhver svona kjafta svo, ég held að þetta hafi nú verið vínum hönd þannig í þessu eins og kom fram á þeim tíma að þetta hefði verið svona 24 samtal og það er ekki sagt að aðstofumæðurinn hefði verið á baku sófa og þetta var stórkostlegt lýsingar að þessu svona, þetta fór að hlettast ofan á þessu, sko. Þannig að En það var einhver gróusaga að því að þegar íslensk erfðagreining er komin inn að þá voru þeir að fá fyrirgreiðslu. Það var gróusaga að þeir hefðu borgað Davíð Oddsson einhvern pening. Já, ég með það var einu sögunum sem voru á kreiki, sko. Einmitt. En ég held að menn hefur nú vita að það var ekki mikið á bak við það, sko. Er það rétt að spjallaði þú einhvern veginn við Kára Stefánsson þar sem hann segi við þig að þú sért á svartalistanum hjá Davíð en hann sé á hvíta en hvorugur eitthvað komist í burt? Já, og það er bara þannig.
hann orðaði það skemmtilega við mig, það er bara alveg sama hvað þú gerir, þú verður alltaf á svarta listanum og það var Hvað átt hann við með að hann væri á hvíta listanum en hann kemist heldur ekki burt? Ég veit ekki nákvæmlega hvað meinti nákvæmlega með því sko, en hann er líklega þannig að hann hefur mátt gera flest að sér á þess að það hefði gert aðtöðast að sko. Hvaða atburður fer síðan í hönd eftir þetta mútumál? Af því þetta er náttúrulega gífurlega alvarlegt að það sé Svo fer ég að sko næsta svona stóra mál er þetta fjölmiðlamál þar sem að það er raun sett fram lagaframar að banna fyrirtækjum sem eru öðrum rekstri að eiga fjölmiðla og það var alveg ljóst þegar maður sá frumvarpið þá bara snýrist það að banna okkur að eiga fjölmiðla sko. Og það gekk svo langt að prentfrelsið var sko átt að taka það að mönnum sko. Það er að segja þú áttir að þurfa að sækjum til dómsmálaráðuneytis fyrir held ég einu sinni mánuð hvort þú eru uppfyllt skilyrði til að prenta blað sko. Og já, þannig að þetta var nú svona dálítið galið mál sko. Það er bara að láta sér þetta í hug sko. Þetta er fjölmiðlafrumvarpið, það er þarna kringum 2004-05 en síðan er það þegar að það á að handtaka því í Leifsstöð. Það var náttúrulega fyrr, það var þarna í Baugsmáli, bara þetta í byrjun sko. Þá var náttúrulega mikið gert úr þessari húsrannsókn inn í Baug og komst nú í ljós á fyrstu 10 mínútum að það sem menn voru að leita var bara rangur reikningur sko. En kerfið gafst ekki upp en síðan átti nú bara að gera mikla seramóni úr þessu sko að eins og kemur fram í bókinni að það átti að svona ná því á kameru þegar menn eru handteknir komið út úr flugvél. Ég ætla að segja því að margt af þessu er náttúrulega bara orð gegn orði og þú ert að segja þína hlið málsins hérna en það sem að þarna er alltaf fleiri sem koma fram í bókinu og segja frá þessu. Já, ég ætla að segja að þetta samt þarna er frekar augljóst og það er eitthvað skrítið við að fréttastofa RÚV eigi að taka þetta upp. Já, fréttastofa RÚV var greinilega með búin að fá vitneskju hvenær ég var að koma og vorum miklu áfærs að ætluðu að ná þessu á mynd og ég var alltaf minnuð þess að sko maður hugsaði til þess að hversu ofta byrt hafskipsmyndin þegar var verið að ýta á eftir þeim ágætu mönnum inn í lögreglustöðuna eða hvernig sem það var sko. Það var sýnt alltaf þegar hafskipsmálið var fjallað það sko og manni fannst sko þarna áttaði nokkuð fljótt á því að þarna átti að leika sama leik. Hvernig er tilfinningin að fá svona upplýsingar? Hún er ekki góð og að því ég held að sko yfirleitt ég held að allir hugsi þannig að þeir vilja lifa í samfélagi þar sem að það eru lög og reglur og þeir sem sko sjáum valdið, þeir sem eru með valdið að þeir fara í varlega með það og misnota það ekki. En í þessari sögu sem ég er að segja í bókinni þá náttúrulega kemur fram að það er ríkisvaldið sem brýtur alltaf leikreglur sko. Og síðan erum við náttúrulega bara að sjá þessa dóma sem eru komað núna frá mannréttindadómstólnum. Þetta er nú ekki gott fyrir okkur sko. Að það sé verið að slá á puttana okkur eins og við séum Austantjáls dómskerfi sko. Nú sér fólk þetta og sá kannski á þessum tíma sér fólk þetta þannig að menn sem eiga gífurlega mikla peninga, þeir sé ekkert einhver lítil peð. Upplifir þú þig Þú ert alltaf alveg saman hvað mikið af peningum að móti ríki og öllum þeir sorsum sem ríkisvaldi hefur lögreglu, saksóknurum aðgang á símakerfum tölvukerfum eitthvað sem þú kemst aldrei að þú kemur að einstaklingurinn har aldrei séns í að komast í sömu stöðu þess að það var alveg fáránlegt að ríkisvaldi var að fara kvartið því að við varum að ráða okkur góða lögmenn sko. Og varum að eyða peningum í það hvers rugl þetta væri hjá okkur sko. Það var bara ósanngjarnt sko. Verða menn paranoid á svona tímpúnti? Ferða að sé alltaf verið að læra símaðinn og... Sjálfsögðu. Það er bara þú ert alltaf var þig sko.
Og upplifir það þá að frá að með þessu augnabliki hafur þið farið að hugsa allt þannig? Já, ég hef nú sagt að þannig að sko, þegar þetta byrja þá er það farið svona 25% af svona heila speysinu hjá þér í það að hugsa þessi mál sko, og hafa áhyggjur af þeim sko. Og það er ekkert Líður eins og 25% af heila speysinu þín hafi verið að fara í þetta núna síðustu 20 ár? Já. Hefur það stundum farið miklu hærri en 25%? Já, þú hefur náttúrulega gert það sko, en þú veist, þú ert að glíma við eitthvað sem þú veist alveg sko, með, þú veist, leikurinn er ójöfn, þú veist, og það fattaði maður sko, fyrst eftir að það var þarna ráðast inn í Bauga, þá var maður náttúrulega bara þar, ég fer náttúrulega bara að útskýra þetta fyrir þeim sko, þú veist, hvernig þetta er, þeir hljóta bara að taka því, þú veist, þetta er bara svona. Starfsmenn félagsins kom og sagði, þetta er bara svona. En þá tók maður eftir að þar var stundu leikjafræði sem var ekki alveg eitthvað sem maður bjóst við sko. Að hvaða leiti? Að bara því leiti að menn bara tóku ekki þeirri niðurstöðu og af því þeir fundi ekki eitthvað þarna þá var bara farið á næsta stað sko, og bara að grafa í næsta máli og reyna að finna eitthvað þar og það dugði ekki þá að fara í skattrannsókn og það var öllu beitt sko. Kerfið kunni ekki að stoppa. Einmitt, það sem ég ætlaði að spyrja næst sko, því fyrir, ef maður horfður þegar þú segir sko, lögregla, saksóknarar, ríki, maður á svo bátt með að trúa því að maður bú í landi þar sem það getur verið þannig. Eru þá allir þessir aðilar þáttekendur í einhverju samsæri eða eru þeir allir bara svona snældu meðvirkir gagnvart þeim sem var á toppnum á þessum tíma sem ég Davíð Oddsson? Ég veit það ekki, sko. Það er finnst mér galli á svona íslensku embættismannakerfi að embættismenn í æðstu stöðum eru þaulsetnir. Þá er ég ekki að tala um pólitíkina. Og það hefur verið svona í gegnum tíðina hefur það kerfi verið átt mjög erfitt með það að viðurkenna mistök. Með það síðan í ofanlega að vera kannski með svona vink frá pólitíkinni að þeir séu á réttri leið, þá getur svona kerfi orðið hansi farið allverulega leið sko. Síðan náttúrulega bara einhvern veginn eskaletar þetta ennþá meira. Ég sagði við menn eftir hrun, það þýðir ekkert fyrir ykkur að bara að útskýra eitthvað fyrir þessu fólki sem eru að fara að rannsaka þetta. Því það verður ekkert hlusta á okkur. Það voru En af hverju ekki? Er þetta ekki hlutlaust fólk? Því miður er það þannig og það hefur komið fram í þessum málum að það er verið að sækja til sektar, ekki sín. Og þar er alveg ljóst að sko saksóknarar eiga að leggja fram máli þannig að það sé til sýknu líka í fyrsta lagi og þá eiga það náttúrulega ekki að koma fram með mál eða ekki búa til ákæru nema þeir trúi því einlaglega að það séu mikla líkur á því að þeir náðu árangri sko. En síðan er engin refsing sko. Ertu þá að segja mörg af þeim málum sem að fóru í kæru hefði ekki átt að fara í ákæru? Já, klárlega. Það var alltaf í mínum málum, þú veist, það var þessu að vera vísa frá eða sýkna, þannig að það er en saksóknarinn sem kemur með ákæru á einstakling og þær standast ekki skoðun, hann bara heldur áfram í næsta mál sko. Sem ættir alltaf að vera sko, ef að saksóknarinn kemur ítrekka fram með mál sem er vísa frá dómi eða sýkna því, þá er eitthvað að. Þá þarf að hafa einhverja afleiðingar fyrir viðkomandi. Það þarf að vera eitthvað kontról. Það þarf að vera einhver sem horfir yfir öxlina á honum sko. En þegar að þú ert komin í þetta mikla varnabarátt á þessum tíma og ert með eignarhald yfir þessum fjölmiðlum, væri þá ekki lógískt að fólk myndi hugsa, auðvitað hefur náunginn bara byrjað að reyna að nýta fjölmiðlana sína, auðvitað hefur hann byrjað að reyna að styðja samfylkinguna vegna þess að hann líður eins og sé komin upp vegg? Nei, þú veist að þú unnið á fjölmiðli sko, að það er ekkert auðvelt að stjórna því, ég meina, hópurinn sem
var í Stöð 2 og Fréttablaðinu og því 200 manns, þú veist að það kemur svo fljótt upp að ég var alltaf að taka það í blaði sem voru búin að skrifa niður og láta það á annað blað, sko. Ég get alveg vitnað það eftir að hafa unnið inn á 365, ég vann inn á Stöð 2 í 5 ár. Ég get alveg vitnað það að það var aldrei verið að reyna að hafa bein afskipti inn á fréttastofunum. Það var aldrei á fréttafundunum eitthvað þannig. Það sem ég hugsaði hins vegar eftir að ég var látin fara, að þá náttúrulega veit ég ekki hvað var í gangi hjá þeim sem voru síðan í samskiptum við. Það eru kannski ritstjórarnir sem í beinum samskiptum við ykkur á einhvern nátt. Og þá kemur líka þessi spurning sem að eigandi fjölmiðils, þannig að það mjög oft verið að kvarti við fréttum eða kvarti við ykkur. Eigandi fjölmiðils ánáttúrulega eiga sama rétt á því eins og aðrir. Að kvart undan fréttum og hvar liggur þá línan hvenær hann farin að kvarta það mikið að það einhvern veginn að fólk byrjar að ritskoða sig sjálft. Skilur hvað það? Já. Þú veist, það getur alveg verið að og þó eigir í fjölmiðli þá ekki tekið að því valdið að hafa skoðanir, sko. Og það ekki bara þannig að sko, það sé kannski fréttir sem eru tengt að þér. Þú átt fjölmiðil, þá fattar hann alltaf að þú færð að fá símhringingar frá hinum og þessum, alls staðar í bænum, af því að menn eru ósáttir með forsíðun í dag og fréttinni í sjónvarpinu í gær og þannig að það koma kvartanir inn á borð sem að þú oft bara sendir bara áfram og segir ég fekk þessa kvörtun, bara kemur á framfæri. Akkurat. Veist, og það sést mjög fljótt á fjölmiðlum ef að þeir eru handstýrir, sko. Þeir keyra Hvernig sést það? Þeir bara missa einhvern veginn bara trúveruleikann, það bara gerist. Ef að skipta af skrifum, bara eins og gömlu flögsblöðum voru, þau voru bara sett í ákveðna kategóri, að þau voru bara að skrifa með ákveðnum hætti, sko. Og ef þú ætlar að beita því í blaðútgáfu eða skrifa fréttir fyrir sjónvarp eða útvarp að þú ætlir alltaf að taka ákveðin fastan pól, þá verður þú ótrúður mjög hratt. En hvar liggur þessi lína, sko, nú ætla ég aðeins að bara tala sjálf á mig. Að því mér var sagt að rétt áður en að ég var rekinn. Þá hafa verið rætt aldrei mig á stjórnarfundunum upp á 365. Það eru sko fyrirvænandi ritstjórar og fréttastjórar sem hafa sagt mér þetta. Og ég var að djöflast aldrei í Lífeyrissjóðunum. Ég tók viðtal við Geir Haarde ég er rekinn 30. desember 2008. Ég tek viðtal við Geir Haarde 20. eða 21. desember. Þar sem ég spyr hann út í hvort að hann viti til þess að yfirmönnum Lífeyrissjóðuna hafa verið mútað. Og ég var með upplýsingar það. Það kemur rosalegt fát á hann, þetta beinútsending og eftir þáttinn fékk ég staðfest, hringir yfirmaður samtaka allra lífeyrissjóða í Íslandi í Geir Haarde, þá verðandi forsætisráðherra. Þá náttúrulega þetta eru mjög valdamiklir einstaklingar sem sita á mesta fjármagn í Íslands og síðan segjum svo að þú sem eigandi fáir síðan símtal frá svona aðilum. Taka með það ekki til greina, hlusta menn ekki á svoleiðis. Ég man ekki eftir að hafa fengið símtal það að reka ákveðni fjölmiðlamann, sko. Aldrei? Nei, ekki bara svona þráðbeint þessi verður að fara, sko. Það er bara menn kvarta, sko. Já. Það er bara eðlilegt. Þú veist að þú megi gera athugasemdir við fréttir og hvernig það eru setta fram og allt það er bara eðlilegt og en ekki að hann sjálfur verður að fara, sko. Ef hann fer ekki þá bara ekki meiri pening, sko. En þá ætla ég að spyrja það meitt, hvað gerðist þegar þú varst í Gumball-kapakstrinum? Þá gerði ég frétt þig og ég veit ekki hvort þú manst það og Robert Marshall var þá fréttstjóri. Hann hefur sagt á opinberlega að þú hafi hringt í hann og verið verulega ósáttur í þessa frétt. Fór hann ekki lóttið það? Jú, en eiginlega sagt að það ætti að reka mig. Manst eftir þessu? Nei, ég man ekki eftir því, sko. Þú varst sektaður í Gumball-kapakstrinum og ég gerði frétt. Ákveður verið þá að tala við hann, sko. Ég hefði þá bara rekið, sko. Þú veist, ég ætlaði að taka það vald, sko. Já, þá kemur þessi spurning að þú náttúrulega þarft að gera það í gegnum hann væntanlega. Nei, ákveður. Já, hvernig ætlar að reka undirmann hans? Nei, ég bara segi svona, ef þú ert, fyrsta lagi, sko, fréttir sem þú talar hún birtist. Hún birtist, það er rétt. Þannig að hún fór í loftið, ekki náði ég að stoppa það. Nei. Og ef ég hefði sagt við Marshall að ég ætti að reka þið, þá gekk það ekki eftir, af því að hann gerði það ekki. Nei, hann gerði það ekki, einmitt. En það er það sem er, og þetta er bara svo áhugaverð umræða, hvar liggur línan á milli, sko, þeirra sem þurfa að taka slaginn við eigandann,
og þeir segja, nei, það kemur ekki til greina rekan, mætti eigandinn segja, alveg eins og það er kannski einhver eigandi í öðru fyrirtæki sem segir það þarf að reka hana fréttamann, mætti eigandinn segja það sama, að því þá er það bara fréttastjórinn eða ritstjórinn sem getur sagt, nei, það kemur ekki til greina. Eru þannig samtöl ekki að eiga sér stað? Ég held að sko, í öllum fyrirtækjum hafa eigendur skoðanir á fólki, hvort sem eru fjölmiðlar eða einhver öðru. En ef þú ætlar að sko höggva alltaf undir yfirmanninn og ætlar bara að skipta þér að þannig, þá fer fyrirtækjastruktúrum fljótt á hliðina sko. Og menn fara bara að horfa að byrja hvað segir eigandinn í dag sko. Þannig að ég held að það gangi nú ekki. En hvernig fannst þið þá að eiga þessa fjölmiðla af því að það var náttúrulega gífurleg umræðu um þetta, baugsmiðla og það verið að hafa áhrif og eitthvað svona. Og þetta er ekkert, þú veist, mörguleiti er þetta ekki arðbær rekstur og hefur svona hérumbil aldrei verið á Íslandi. Nei, en samt hafði maður á tilfinninguna að þú vildir ekki sleppa takin af fjölmiðlunum. Það langaði kannski einna síst að selja þó af eigunum. Það er nú ekki alveg rétt, sko. Það atvikaðist bara þannig að sko, til dæmis með fjölmiðlana í hruninu þeir voru fyrsta vandræðabarnið og var leyst og síðan bara komið hrúan sko og það var ekki hægt að leysa það sko. Það var ekki hægt að leysa það? Það var bara það mörg mál sem að þetta bara hrúaðist upp. Ég held að það hefði verið skuldabréf á gjalda í fjölmiðlarekstrinum í byrjun nóvember 2008 og það mál var leyst. Og síðan komið þannig önnur mál, þannig að ég held að það hefði nú verið þannig að fjölmiðlunir komið svona fyrst í fangið okkur sko. Það var hins vegar nauðsynlegt held ég á þessum tíma að það hefði verið þarna sko að það væri breiðari fjölmiðlaflóra í þessu ástandi sko. Og það var ekkert auðvelt að reka Stöð 2 og Bylginu og Fréttablaði í gegnum þessi ár þarna eftir hrunni sko. Mikki Torfa sagði við mig, hann var einn viðtalið, hann sagði að það hefði verið gífurlegu munur fyrir og eftir hrun á því að þegar það var verið að skrifa einhverja svona innan gæsalappa óþægilega fréttir ríkustu menn á Íslandi fyrir hrun, þá hafði þið nánast bara verið að horfa á forsíðurnar og hlæja því, af því að það var bara, það gekk vel og það var gaman, en eftir hrun voru flestir konur í það mikla varnarbaráttu að þá hafi einhvern veginn þeir sem voru að ritstýra fjölmiðlunum fundi miklu meira fyrir sig. Einhvern veginn því að ég held bara að það var bara þrýstingur í kerfinu, veist, á allt, þetta var svo tens. Þú veist að lýsa því, sko, menn hafi verið relaxed þannig að fyrir hrun, en á móti, sko, það var allt tens eftir hrun, sko. Og það hefði, veist, bitnaði á eigundu fjölmiðla og ritstjórum og menn höfðu mikla skoðunar á hlutum. Menn höfðu bara mjög sterkar skoðunar á þessu tímabili. Á bara öllum fréttum. Hruni sjálft, við erum búin að nefna þetta orðin okkur sem hruni sjálft. Manstu eftir augnablikinu þar sem að þú fannst það er óveður í vændum? Já, ég man eftir því. Ég var í gulum leigubíl í New York borg þegar Lárus Veldir hringir mig og segir að það sé vandamál með, held að sé danskur banki sem áttu skuldabréf á bankan. Vildi ekki framlengja þetta, var þarna eftir Límans. Og Þetta er haustið 2008? Haustið 2008. Það var svona, ég man eftir því flugi heim að maður var ekki rólegur. Það var búið að vera erfitt, það var búið að vera marfaði framan ári og mann héldu að væri aðeins að róa til þannig í ágúst og en síðan kom Líman og þá einhvern veginn bara fraus allt kerfið og allir fóru bara að hugsa að kofera sig og Ísland með sin íslensku krónu áttu bara lítinn séns í því og sérstaklega þegar Seðlabankinn ætlaði ekki hjálpa til og já, þannig ég man dálítið vel eftir þessu augnabliki sko. Síðan koma þarna sko mestu stórfurðulegustu vikur sem maður hefur upplifað þarna á eftir sko. Nú liði það langt að það kannski svona hægt að tala þetta rykið svolítið, það sest núna. Og það er náttúrulega ástæða fyrir því ég kem að ég taldi svona að það væri
tími fyrir bókina, sko. Það væri, þú veist, hefði ekki sko, ekki verið andrúm fyrir þessari bók 2012, sko. Því þá var þá var ekki ríki búið að setjast og menn svona aðeins búin að horfa á þessa sko, heildarsýn bara hvað gerðist í heiminum, sko. Hvað tekur síðan við atburðarásin í kringum það þegar Glitnir fer? Nú spurði ég aðeins úti eftir bara af hverju þú fórst að kaupi Glitni yfir höfuð og svona, en atburðarásin sem er þarna, þetta er náttúrulega rosalega dramatískir og skrýtnir dagar. Hvenær áttaður þið á því að þú segir þetta augnablik þegar þú ert í gula leigubílnum í New York? Hvenær áttaður þið síðan á því að þetta geti verið að fara svona? Það er þarna bara 50 dagurinn þarna í lok september þegar Þorsteinn Már fer á fund seðlabankastjóra og það er fálega tekið í þessar hugmyndir eða hann var nú bara að þreifa á seðlabankinu hvað hann vildi, hvað hann gæti gert sem var síðan til þess að seðlabankin bara hann sagði ekki símanum þarna nokkru daga eftir og svo endar þetta þarna á sunnudeginum að það kemur þetta útspil að það eigi að skrifa niður þetta ríkið lániði 500 milljónir evra held ég og eignir 75% í bankanum. Er ferlið þannig að það er þreifað á seðlabankanum og svo náðu þið ekki í seðlabankan? Því ég lýst ágætlega í bókinni sko, hvernig þessi helgi er sko. Og sem er alltaf galið meðan í Bandaríkjamenn voru sko, þeir tóku sína bankastjóra og læstu bara inn í herbyggju og segðu bara, það fyrir engin þíðan út fyrir að búið að leysa málið sko. Sem var svona gæfulegri nálgun sko. Það liggur svolítið í augum uppi að þú notar ekki orðið Davíð Oddsson, talar ekkert mikið hann en þú ert samt þegar þú tala með Seðlabankin svar ekki, þá er ég að gefa mér að það sé að hans vilja og ósk. Já, hann er æðstiðmaður bankans. Og er það ekki fyrr en á þessum sunnudagsfundi sem þið í alvörinni gerið eitthvað grein fyrir að þetta... Það er svona helgina fyrir svona að renna upp ljósa, hérna erum við að fara í svakalega ógöngur sko. Og að bara láta sér dreyma það að þú getur tekið einn bankan og gefið þau skilaboð út í umhverfið að 75% af virðið hans var í raun loft að þá hlýtur allt kerfið að fylgja eftir sko. Og það er það sem gerðist, við vorum downgrade á öllum þessum rating fyrirtækjum þannig bara strax á eftir og þá bara hrundi þetta eins og spilabór. En ef við segjum, ef það hefði nú verið tekið einhvern veginn öðru í sásu, hefði ekki niðurstaðan samt endað að vera svo saman? Þetta hefði verið erfitt, klárlega. Það sem var náttúrulega sorglegt í þessu var að af því þetta var gert svona fast að þá var það rosalega eignabrunni strax eftir hrun. Íslendingar mistu tök á eignum sem voru bara seldar á brunnótsölu. Það var ákveðt skýrsla hjá Hannes Hólmsteinn þetta mál sem fer yfir það hvað gerðist. Er það ekki hæpin sögurskýring samt að halda þið fram að Davíð Oddsson hafi með því að taka rangt á Glitni að hann bara búið til þetta hrun? Nei, við erum ekki að halda því. Ég held að það sé sko, það er hörmungar í alþjóðlega umhverfinu og lítill gjaldmiðill sem er vandamáli sko. Okkar gjaldmiðill bara naut ekki traust erlendis. Við vorum búin að vera með við vorum búin að reyna að hemja verðbólgu með því að hækka vexti á íslensku krónni á meðan vorum við að dúndra út og leyfa bönkunum að lána erlenda gjaldmiðla á 1 og 2% vöxtum og hvert fór fólk með húsnæðislána sín og bílalána sín. Við fórum með því að taka erlendurlána. Ég man þetta normaður sem var hjá okkur í stjórn, hann var alltaf að spyrja með þessu. Ég bara skil þetta ekki. Hvernig getur við farið út í banka og sagt að ég ætla að fá lána fyrir húsinu mínu í jenum og öll innkomaðin í krónum. Hvernig á það að ganga upp sko? Allir voru bara heimilin landinu orðnið gjaldeyrisspámenn sko. Og þetta var þetta mismatch sem að skapaðist þarna á þessum tíma. Engum myndi segja það er svona og auðvitað var náttúrulega það var líka þannig að eignarhaldsfélög voru skuldsett og þetta voru mörg atriði sem að spiluðist að þessari niðurstöðu
En ég held að við myndum gera þetta öðruvísi í dag. Já. Klárlega. Ef þú ferði yfir einmitt það sem að þú hefðir vilja gera öðruvísi eða svona helstu mistökin ykkar, það þá að það var búið að þenja þetta allt og mikið? Menn voru á þandir, menn voru á mörgum vígstöðum og þú ert að berast á mörgum vígstöðum þá getur það enda með óskupum. Dagarnir aðeins á undan þessum sunnudegi og síðan kannski líka á eftir. Hvernig svafst eitthvað það? Það var lítið sofið þessa vikur og mánuði. Hvernig maður svona að hugsa tilfinningin þegar þú búin að vera í svona mikill þenslu, átt banka og svo er allt í einu bara allt farið svona? Er eitthvað moment þar sem þú bara vaknar og horfir í speilin og það er eitthvað bara svona, það þyrmir yfir þig hvað er búið að gerast? Bankið sem þetta eignarhaldi okkar í bankar var í gegnum annað eignarhaldsfélag, FL og það sem maður var svona minn daglegi rekstur var fyrirtæki innan Baugs, það er að segja verslunarfyrirtækin. En þetta var svona domino-effekt, að FL myndi falla þá myndi það ganga mjög hart fram, koma illa við Baug eins og sem og gerði. Og svo bara hvernig kerfið læstist að það var ekki gefin eitt svigrúm og þannig að eignirnar hurfu fyrir lítið. Þannig að ég er ekki að segja að það sé eitthvað eitt sem að skipti málið að þetta fór svona. En aðalega er þetta náttúrulega bara þannig að hér var alheims eignabóla sem að sprakk og það trúði enginn að Bandaríkin myndi nokkuð tíma að láta það gerast að einn af stærstu bönkum myndu fara undir. Hvað er það? En það sagði Bernanke eftir þetta að hann hefði, þetta mun aldrei gerast aftur með þessum hættir. Og ég sjáum bara... Af hverju getur þetta ekki gerst aftur? Af því að ég held að það er náttúrulega menn löguðu regluverkið og menn sáu náttúrulega bara það að láta einn banka fara og auðvitað var það augljóst að hluthafarnir myndu tapa öllu en að bara láta hann fara setti svo mikið vantraust í allt kerfið að Bandaríkjamenn sátu upp með það að þurfa að í raun ríkistryggja allt kerfið og alla sjóði og peningamarkaðssjóði og allt það þannig að það var dýru keypt hérna sjáum við þessa svo kallu COVID-kreppu að þar eru menn kannski eru menn að setja mikið fjármagn strax út í kerfið af því það sem menn eru búin að læra að taka súrefnið út það versta sem gerist að þú ert svo lengi að byggja þig upp eftir það hérna í þessari kreppu núna hafa Seðlabankarnir verið í því að dæla súrefnið inn í kerfið og láta það ekki stoppa, ekki högta og þannig að þegar að þú far súrefnið annar stað frá þá viðspyrnan miklu hraðari þetta er skynsamlegra, við höfum eftir að sjá erum við í bullandi verðbólgu eftir 3 ára því að bröndaðu svo mikið peningum og það er náttúrulega líka sem er áhugavert að hagfræðin er svolítið þannig faga það er ákveðnir hlutir að gerast núna í heiminum sem að hagfræðin skilur ekki alveg það er tilraun í gangi núna akkurat en mann svona einhvern veginn finnst hún vera mýkri allavega svo far já en þá ekki það er allar að bíða eftir þessu rosalegu verðbólgu og öllu þessu en hún er ekki enn komin og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig spilast úr Af hverju fórstu að kaupa Glitni? Af hverju fór ég að kaupa Glitni? Góð spurning Við vorum þannig í fjárfestingafélagi sem hétt FL og FL fjárfestir svona í öðru heldur en við vorum í Baugi þar segir í retailum og fastegnum og á þeim tíma sá að menn tækifæri í þessari fjárfestingu voru að fjárfesti í öðrum bankastofnum erlendis Var það vegna þess að þið voru smeykir að keppinautar ykkar ættu hina bankana? Nei, það kemur ykkur ljós eftir hrunni, við höfðum alltaf ágætis sambönd við hina bankana, og voru ekkert meiri lántökur í Glitni heldur en í Kaupþing eða Landsbankanum, þannig að það var ekki þannig að það var búið að loka á okkur og þess vegna þurftu að kaupa banka, FL, En menn höfðu bara, hefði maður ekki haft maður vil kannski benda á það, eða við höfum vita að þetta færi allt í steik þá höfum við náttúrulega bara selt bréfin sem allra fyrst
menn trúðu því ekkert að kerfið væri bara að fara á liðina, sko. Nei. Og ákveður hefðu menn þá bara verið að, sko, henda alveg sinni bara út gluggan eða vissu að það væri, alltaf að fara til helvíti, sko. FL Group, akkur líður manni svolítið eins og það sé svona eitthvað svona tákgrænt það sem klikkaði þarna, þú veist að það hafi verið svona tákgrænt fyrir það þegar menn voru komnir langt fram úr sér. Ég veit það ekki, okkur það tákgrænt, það kannski auðveldast sem munar nafnið, sko, ég veit það ekki. Nei, en það ekki, ég meina þú horfður tilbaka, var það ekki þar sem var farið að gera dálítið að mistökum? Ég held að, sko, það með að segja að einhver mistök hafi verið gerð þar, sko. Kannski voru menn að fara og víða og í ólíka fjárfestingar. Það, já. Hvernig að vera í þessu stöðu? Það tímabili held ég að það var ekki 84 fyrirtæki sem þú varst einhvern veginn eigandi af. Jú. Og einhvers staðar, já, á því bili. Er hægt að hafa yfirsýn yfir svona hluti? Það er alltaf hægt, þú veist, það eru til, þetta er svona svo konglomerate fjárfestingafélög, sko, og þau eru alveg til stærri, sko. Hvernig voru dagarnir? En þú veist, þetta verður náttúrulega, þegar maður er kannski þar að maður vil fylgjast dálítið vel með, þá verður þetta dálítið erfitt, sko. Einmitt, því að það segja bara 84, sko, þá hvernig ætlar að hafa klukkutíma í að geta verið að fylgjast með þessu? Nei, þú veist, það var tímaskortur, klárlega. Það sem var að gera þannig aðeins líka fyrir hrun, sem svona kannski, þú veist, að kannski hægt að tala það af aðeins meiri léttúð núna, því að það er svona, maður hugsa að reiðin sín og hrunina mörgum. Einmitt þetta með að vera kannski, sé orðið dálítið starfseminur og svolítið viðamikil og svolítið þensla og eitt af því sem var svona birtingamyndin að því voru þessi partí og þegar að menn voru farin að fá djúran í afmælisveisluna sínar og Elton John og þið fenguð þarna Tina Turner og Bill Clinton á Baugsdaginn. Já. Þeir voru tilbaka, er það er bara eðlilegt að menn séu í svona eða þú veist, voru menn Ég held að, sko, veist, það var annað andrúm á þessum tíma, sko, veist, okkar fjárfestingafélag var kannski og það sem kannski kreðisna sem við vorum í veist, þetta sást það voru fleiri að þessu heldur en Íslendingar, sko, einhver íslensku sýslumenn, sko. Það var það sem ég ætla að spyrja og veist, þannig að já, ég meina að þetta var kannski bara svona andrúmið, sko. Það sem ég ætlaði að spyrja út í er að þá þessum tíma var þetta einhvern veginn svo mikið reiði og allt þetta, en síðan hugsa mér ég að það er náttúrulega fólk að bóka djúran, það er fólk að bóka Elton John og það er kannski aðra en Íslendingar, þannig að... Veitu fyrir þeir eru bókaðir, sko... Og hverjir að gera það er fólk sem á mikinn pening, þannig að... Ég held að menn sig ekki hættir að halda partí, sko. Nei, ég er að segja, líður mönnum þá einhvern nátt eins og það hafa á einhvern nátt ekkert endilega þurft að vera að biðjast afsökunar á þessu eða einhvern veginn skamma sín fyrir það? Nei, en þú veist, þetta er alltaf erfiðara í minni, þú veist, það sem að menn áttar sig kannski á að þeir voru í starfsemi erlendis, voru mikið erlendis, þar sem þetta var bara, hverja helgi var eitthvað svona partí með, frægum, tónlistarmönnum og hljómsveitum og vaktingar sérstaklega athygli þar, sko. En kannski áttaði menn sig kannski ekki á því á þeim tíma að það myndi kannski vekja athygli á Íslandi. Ég fóð með stöðtvö að gera frétt þegar Glitnir var orðin útibúi í Manhattan og var orkuútrásin átt að byrja. Það var mín, þú varst við þeirri ferð líka, ekki? Og það var minn eini smjörþefur að þessu. Þá var kvöldverður sem að George Soros var mættur í og það var eitthvað nýfaldur jazzist, Grammy-verðlauna að hafa að spila yfir kvöldmatnum og þá einmitt var ég stíinn inn í einhvern veruleika sem ég vissi ekki að vera til, sko. Var þetta bara svona hverja helgi hjá þeim sem voru einhvern veginn í einsta hring? Ég held að þetta var ekkit einstakt, sko. Nei. Það er alveg klárt að og þú getur alveg farið í og þetta er ekkit horfið, sko. Nei. Ég held að þú getur alveg farið erlendis og stíðið inn í sömu samkomu í dag, sko. En íslenskt viðskiptafólk hefur látið mjög lítið fyrir sér fara eftir hrun. Já. Af hverju er það? Ég held bara að það fólk vil ekkert vera stinga hausnum upp, sko.
af því að þetta var svo rosalega persónulegt hérna. Miklu meira persónulegt heldur en það var erlendi sko og þannig að ég held að... Er það út af smæðinni? Það er smæðin, það er klárlega þannig. Lendir þú í einhverju eftir hrunið bara þegar þú varst að labba hérna í Reykjavík, var einhvern tíðan hérna einhversu reyndar ráðast á þig eða lendir í einhverju slíku? Nei, það var bara Íslendingar eru bara upp til hópa bara kurteist fólk sko og það er alltaf einn og einn svartur söður sko en ég svona tók það afstöðu að vera ekki að láta það stoppa mig sko hvort að það gæti gerst að hérna og oft stundum að ræða við fólk sko, fara bara að sé yfir þetta. Gerður það oft? Já, ég tók oft samtöl bara við fólk sem fólk vildi líka bara fá skýringar sko hérna þannig að ég lét það allavega ekki stoppa mig að lappa götubæðins. Nei, þú gerði það aldrei? Nei. Hefur það ekki verið að því þú sagði þetta með 25% af heilanum á þér? Hefur ekki verið einhver hluta heilanum á þér sem er með einhvern smá ótta í þessu reiða ástandi, sérstaklega kannski fyrstu árun eftir hrun? Ég meina, auðvitað stóð mönnum ekkert á sama að fara að ráðast heim til fólks og hérna, það gekk nú alveg, fór algjörlega yfir stríki, sko. En hérna, nei, ekki, eins og ég segi, sko, ég held að við séum heppnir með það að búa í samfélagi sem er svona kurteist og ekki mikið ofbeldi, sko. Ef það farið, sko, það sem náttúrulega vinnur með þér í sögurskýringunni er öll þessi mál og hérna, það er búið að sýkna þig í þessu öllu. Já. Og þá fer maður að hugsa, sko, að er þá kannski á einhvern nátt það sem er verið að gagnrýna því fyrir, er að eðli viðskipt, þú talaðir áðan hákallan á cutthroat og allt þetta. Það eru aðilar sem setja regluverk og eðli viðskipta og sérstaklega kannski þú ert komin í einhver hákallaviðskipti eru þannig að viðskipti og viðskipta einstaklingar og þeir sem stýra, þeir fara alveg að línunni, alveg þangað sem þeir mega fara. Sko, alveg sömu lögmál í handbolta og fótbolta, sko. Þú veist, ef þú ætlar að spila metir frá útlínunni, sko, á vellinu, þá myndi ekki ná sama árangri og þeir sem að spila alveg að útlínunni, sko. Það er bara þannig er það bara sko. Sérðu þetta einhvern leikurinn er þannig að þú nýtir þér allar völlin sko. Það er sama í viðskiptum og í fótbolta sko. Ég hugsaði þetta aðeins þegar Váer fór og þá voru margir reiðir út í skúla þá hugsa ég, er það ekki á einhvern nátt mjög skrítið að þeir sem seti regluverkið geti látið það gerast að það að maður sem er í viðskiptum með eitt félag hann má alveg fara í þrótt með félagi sitt. Það er ekki eðlilegt að það getur sett þjóðfélagið á hliðina. Setti það þjóðfélagið á hliðina? Nei, ég menna það er svona, það var umræðan fyrst eftir. Nei, það setti þjóðfélagið á hliðina, en það var talað bara að það væri að koma önnur kreppa út af því að eitt flugfélag var að fara. Og þá spyr maður sig, honum var full frjálst að vera í rekstri með þetta félag og taka áhættu og fara síðan á hausinn með það. En þeir sem setja regluverkið eiga þá að sjá til þess að félagið sé ekki þannig að kerfið höndli það ekki ef það fer á hliðina. Já, það er alltaf mjög erfitt fyrir sko, ríkisvaldið alltaf fylgjast með öllum fyrirtækjum, veist, hérna, hvað kemur úr kassanum eða hvað þeir skulda á hverjum degi, sko. Já, en það sem ég kannski segja eins og fyrir hrun, að hérna, ef að það er búið að leyfa inn í regluverkjuna að menn skuldsetti sig endalaust og bankakerfið sem orðið svo og svo mörgur sem er stærri en íslenskt hagkerfi, er þá ekki einhver skekkja í regluverkinu? Jú, það var skekkja í regluverkinu, það er klárt. Það er að bankar gátu lánað á hlutabréfi sjálfum sér, var mikið skekkja. Þannig að þegar þú varst að telja eigið fyrir saman, þá var það kannski, þá þurftur að draga frá líka það sem þú var búið að lána út á eigin bréf. Og það er svona mörg og þetta var ekki bara á Íslandi, þetta var líka erlendis og það er alltaf búið að laga, það er búið að læra af þessu sko og laga það, ég veit ekki sko, ég þekki ekki alveg þessu Váer, hversu skuldsett það var eða hvernig það var það mál sko, en ég held að það sem hefði þó lifað upp úr því ævintýri var að ég held að Ísland hafi fengið mikla landkynningu og hérna þessar
milljónir sem að koma kannski með því flugfélagi til landsins og öðrum 10 milljónum frá því að hvað væri frábært að koma til Íslands og kannski hefur eftir að njóta þess núna þegar COVID fer. Svona. Pabbiðin sagði einhvern tímann við viljum gróða en ekki græðgi. Já. Voru menn búin að missa sjónar á því? Nei, sko það var alltaf þessi sárekstur var alltaf reikinn þannig sko sem að hann notaði þessi orðu sko og eins og ég segi þetta var ekkit svona, þetta snerist ekki eitthvað bara gróða í dag og svo ennþá meira á morgun sko. Þetta var svona kannski þessi áhuga að kaupa eitthvað, byggja þau upp og við köllum það svona þess að buy and build strategíu kaupa fyrirtæki og byggja þau upp og sameina öðrum fyrirtækjum. En maður horfir á bara svona eins og barn, horfir á business, að þá gengur business út á að góðu business að ég kaupi og svo ger ég eitthvað og svo selja fyrirtækjum. Kaupir á einum og selja út þeim. Kaupa á einum og selja út þeim, nákvæmlega. Er ekki hægt að horfa á þína sögu og segja þú seldir ekki nóg mikið? Það er klart. Þú varst í að kaupa og skuldsetta? Ég var of nýskur á það að selja hluti. Það er mikið til í því þegar mann segja sko never fall in love with your investment. Já. Það er mikið hægt að læra því sko. Árinanna sem fór í hönd eftir hrun að þá missur báða foreldreina. Já. Horfirðu stundum á það þannig að það álag sem að hafi fyllt öllu þessu hafi haft eitthvað með það að gera? Það er klárt sko. Það er alveg klárt. Hvernig þá? Það var náttúrulega bara, fyrir pappa missa bónus. Það var erfitt og tók á hann. Varstu lengi að jafna eftir að hann féll frá? Þetta var bara svo skrýtni tímar sko. Það bara náðu ekkert að vinna úr því sko. Náður ekki vinna úr því að því þú varst á fullu í öðru bara? Já, maður þessi ár, ertu bara að tróða marfaðan, degi til dags. Þú ert í dómsmálum, þú ert í einkamálum og þannig að þetta voru mjög skrítin ár, sko. Það er klárt. Það er klárt. Viðskiptin á Íslandi og viðskiptalífið á Íslandi, er það varanlega breytt eftir hrunið eins og við sjáum bara til dæmis með hlutabréfamarkaðinn og fleira í þeim dúr? Sko, það var eins og áhugin sko, almennings á fyrirtækjum hvarf eftir hrun. Fólk vildi ekki fréttir á fyrirtækjum, það vildi ekki fjárfæst í fyrirtækjum, það vildi, og það myndaði svona gjá milli sko, svona við getum sagt verkalýðsforystunar og fyrirtækja. Þú veist það dálítið áberandi hvernig sko var verið að reyna að mála all fyrirtæki sem einhver bæri bara, gengi bara eitt fram að svindla á sínu starfsfólki. Þú veist, þetta var mjög hefur verið hávært á þessum tíma. En við sjáum kannski núna aðeins birta til í þessu, veist, og það er rosalega mikilvægt að almenningur taki þátt í hlutabréfamarkaðinum beint, ekki bara ekki sína lífeyrissjóði sem að fjárfesta í hlutabréfum, heldur svona fjárfesti beint í hlutabréfum og finni svona og fara að fylgjast með hvernig fyrirtækinu gengur, hvernig eru tilkynningar frá fyrirtækinu og bara fara svona að fara að skipta það máli hvernig fyrirtækjarekstur er og fyrirtæki umhverf. Af hverju er það mikilvægt? Af því það er náttúrulega bara þetta er partur af kerfinu. Það er rosalega erfitt að skilja í burtu fyrirtækir og einstaklingin sko. Veist, þetta eru báðir hafa svona hagsmunir liggja saman sko. Það er ekki sitthvor hagsmunir. Þú veist, að hjálpa fyrirtækjum hjálpar einstaklingum sko. Að hjálpa einstaklingum hjálpar fyrirtækjum sko. Veist, það er þannig er það bara sko.
Ég hugsaði svolítið sko þegar ég var með, ekki það að Hamar lenti ekki neinu svona í hruninu eða í kringu það, en við varum með Róbert Westman í viðtali. Það hugsaði, þú veist, mjög mikið skrifaða fréttum hann sem eru jafnvel mjög neikvæðar. En síðan hugsa maður stóru myndina og maður þetta ekki maður sem bara komið með gjaldeyristekjur inn í landið. Jú, og þá hugsa maður með þetta svona andrúmsloft á Íslandi sem kannski aðeins ríkara hér en annar staðar að þú megir ekki vera ríkur. Og ef þú ert ríkur, þá eins gott þú helst félir það, sko. Já, svo held ég að líka komið annað element upp á Íslandi. Fólk eiginlega meira sama hvort þú sért ríkur eða ekki, sko. Þú veist, ég held að það sé líka kannski á fyrstu árum þessar aldar þótti það svo mikið frétt ef einhver var ríkur, sko. Ég held að Íslendingar eigi miklu fleiri milljarðamælinga í dollarum í dag heldur það áttu fyrir hrun, sko. Er það? Þeir eru bara ekkert að flagga því, sko. Ég er að melda þetta, að Íslendingar eigi fleiri milljarðamælinga í dollarum heldur en fyrir hrun. Já. Ég, sko, ef ég væri að hugsa þetta núna, þá er eiginlega bara einn maður sem að ég veita á svo mikið af Íslendingum, en þeir eru þá bara margir. Þeir eru fleiri, sko. Og eru þeir á Íslandi eða erlendis? Bæði og. Því maður man eftir fréttunum fyrir hrun þá var verið að tala um Forbes-listana og þessi og svona mikið og þessi og svona mikið. Það hefur miklu minna borið á þessu núna? Já, það er bara, veist, og þú þekkir það á fjölmiðlaheiminu, sko, alla fréttir sem við settur upp, það þrífst alltaf að því hvað áhuga það fái, veist, á netinu, veist, hvað klikkar mikið á þessa frétt, og stundum, ég held að sé bara hreinlega þannig að bara fólk er bara alveg sama, veist, það er bara, veist, þetta er bara breytt, þetta er breyttur hugsunargangur, sko. Veist, þannig að, veist, þetta er ekki headline news, sko, lengur. Sagðir á hann og verið frálsíkjumæður. Aðeins núna í COVID-tímabilinu og svona, þá hefur maður á tilfinninguna að það eigi að laga mjög margt með því að bara setja fólk á atvinnuleysisbætur og í raun og veru búa til opinber störf. Hvernig sérðu ríkisrekstur á Íslandi? Er ekki ríkið, hefur það ekki bara alltaf verið að stækka og það er ekki hægt að skera mjög mikið niður þar? Jú, ég meina það er alveg klárt að, sko, að það þarf nú aðeins að fara að hægja á í því, sko, og einfalda, veist, við erum lítið land og við þurfum að svona, erum að óþara flækjustig og það er náttúrulega mun ekki ganga til lengdar að ríkið þenjir sig svona út, sko, af því einkageirinn mun ekki halda þessu uppi, sko. Þú veist, það kemur á því að það er bara ekki nógu mikið að tekjum til að halda þessu uppi. Og við eigum við getum ekkert mörg ár farið í gegnum á skuldsett ríkissjóð 300 milljarðar, sko. Veist, við erum, eins og við komum inn á hagfræðin áðan að það er verið að setja peninga inn í kerfið. Það er verið að halda fólki á launum sem er atvinnulaust til þess að það sé að neyslan drægist ekki saman. Þegar menn er búin að fatta það þegar það gerist og beita til dæmis þeirri blöndu þegar neysla minnkar og hækka þá skatta til einhvern veginn að loka ríkishallanum, það er alveg eitrublanda. Af því þá að vera að taka súrefni út úr öllu? Þá er bara súrefni soðað út og þá er uppbyggingin miklu erfiðari heldur en ef þetta er gert skynsamlega. Þannig að, sko, einhvern veginn var að tala um báknið burt, sko, en það má náttúrulega einfalda hlutin og það má láta einkageiran ýmislegt. Við sjáum bara í heilbrigðismálum, skólamálum, veist, og það er nefnilega oft þannig að eins og maður sér í Bretlandi að sko, public skólanir hafa mjög gott af private skólanum, sko, og þú ert farin að sjá það að, sko, margir, sko, public skólar eru betri en private skólar, sko. Það myndar svona samkenni, sama gerist í heilbrigðiskerfunum. Að samkenni býr til metnað að gera betur, sko. Og veist, það er svona
dellumál eins og maður sér að það með ekki sko gera þessa aðgerð í klínikunni en það sé betra að fljúga með fólki til Svíþjóðar sko. Hvað er lógingin á bakvið það sko? Erum við þó ekki eftir komin í bara, það eitthvað svona pólitík með ég sé það allt sem heitir að einhver ætlar að græða á einhverju sem heitir heilbrigðismál slæmt og ég ekki að horfa á að ef að allir eiga jafnan aðgang og skattpenningarnir nýtast betur þá það bara gott fyrir alla. Jú, en sko ef það vandamál sem það þarf að leysa og það eru of margir í biðröð sko, þá ekki gott fyrir alla að biðröðu minnki sko. Það hefði ég haldið. Það er það sem ég að þú stillir því þannig upp að sá sem hefur þó ekki efna að fara í einkageirann að það er þó minni röð. Akkurat. Og það er gott fyrir það. Akkurat. Og manni finnst þetta skrítin sjónarmið sko. Það er bara alveg sem þú segir rekstur eða ríkisrekstur að hafa allir gott á samkenni. Það bara bætir reksturinn sko. Ég ætla að spyrja aðeins út í halda þér smástundu það er svolítið heitt á okkur og það kála mig Hvað eru konur í tíma eða? Við erum konur í Eru konur klukkutíu og 40? Þú ert í lengsta viðtali sem þú hefur verið í. Við erum langt konir. Já, við ljóta að vera búinir sko. Ég ætla að spyrja að verður svolítið heitt þegar ég er komin, ég lendi stundum í því þegar ég er að taka viðtölin þá svona dettur orkustíði niður eftir svona klukkutíma og 20 mínútur því að verður svo heitt. Já, það er ágætt að hafa sko loftræstingu í svona rými sko. En finnst þér ekki áhugavert hafandi reki fjölmiðla og oft fjölmiðla að vera komin í svona þetta nýja umhverfi eins og bara þetta hér að þetta er svolítið minimalist allt í sniðum með hvernig þetta var. Jú, þetta er náttúrulega bara nýtt konsept, sko, og þetta er náttúrulega bara mjög spennandi. Svona dæmis að þú ert að tala streikamerkin á sínum tíma? Já, þetta kemur bara algjörur nýri átt, sko, og bara mjög áhugavert að þau eru ekki að vera með kamerumenn og ljósamenn og allt sem það fylgir, sko, þannig að þetta er svona einn nýr skemmtilegur angi af fjölmiðlabransunum. Hlustarðu sjálfur eða horfir eitthvað á hlaðvörp? Já, ég hef alveg gert það sko, svona business hlaðvörp mörg góð og þannig að þetta er alveg form sem að ég held að muni lifa góðu lífi sko. Einmitt. Sveið business hlaðvörp. Er áhugin á viðskiptum, þú sagðir hvað þetta byrjaði, þú ert 6 ára, og síðan ferði að selja blöð og popcorn og pulsur, ertu ennþá með jafn mikinn áhuga á viðskiptum? Já, mér finnst þetta mjög gaman, sko. Þú veist að pæla í fyrirtækjum, sko. Þú veist að, svona kannski hobby, skrítið hobby að vera, sko, skoða ársreikninga og fleira, sko. Þú veist, ef maður svona aðri taka upp bókina, þá fyrir ég að skoða ársreikninga. Hver eru stærstu umsöfnin í dag? Er það Skeljungur eða? Já, það er svona eitt af stóru verkefnum sem við erum í dag og það er svona, það er nokkið langt sem við byrjum í því. Þannig að maður er búin að vera dálítið í COVID-inu. Það er svona fyrirtæki sem stendur frammi fyrir miklum breytingum. Það er svona áhugavert að díla við það og alveg svo var með fjölmiðlana sko, hvernig áttu þeir aðlaga sér að breyttum forsendum. Hvað gerir þú öðruvísi núna þegar þú kemur að stóru viðskiptaverkefni heldur en fyrir hrun? Hvað gerir þú? Þetta er svona svipuð þú er náttúrulega bara rýnir fyrirtækin og kannski það sem var ágættur regla sem vinnur minn sagði mér að þegar þú komið meir en 7 fyrirtæki þá áttu að fara að fækka einu sko. Já. Þannig að ég held að það sé svona ekki vera að vafstra í gefðu þér tíma í því sem þú ert í klára það.
Það hefur frekar lítið fyrir þið farið þangað þessi bók kom út núna. Hvernig komst þú sjálfur út úr þessu fjárhagslega og þú veist peningarnir sem í viðskiptunum núna, er þetta mest í gegnum konuna? Já, það er mest hennar peningar sem að og þannig ég tapaði 99% af mínu fé í hrunnu. 99%? Já. Þannig að ég var eftir, það var ekkert fórsíðan að ég var í down to my last million en það var náttúrulega, já, og svo síðan hafa bara tekið við svona uppbyggingu ár og þannig að það hefur bara verið svona verkefni, sko. Hugsa menn virkilega ekki, því að maður hugsar þetta er svolítið eins og umræðan skúla líka með váera svona, hugsa menn virkilega ekki þegar þú ert metin á svona mikið pening og ert í svona miklum umsögum, ég ætla alltaf að taka einn eitthvað frá sem fer ekki neitt, sama hvað gerist. Ég held að það komi með árunum, sko. Ég held að það sé svona, þú kemur kannski og nærið að konu þroska, þá ferðu að pæla í þessu líka, sko. Þú veist, það er kannski verið að segja það með svona entrepreneurs að þeir stundum gleyma þessum partí, sko. Þeir eru all in, eins og kalla. Já, þannig að á þessu tímabili þó að þú verið metin á svona gífurlega mikið pening og umsýðin svona, þá hugsaðir ekki það er eitthvað einnig sem ég ætla að eiga alltaf fyrir mögru árin. Það hefði átt að vera meira í sem það kalla sko rain fund. Já. Hvað er rain fund? Það er bara, þú leggur til hliðar. Já. Fyrir rigningadaginn. Já, fyrir rigningadaginn, já. Nei, ég meina þetta gerist oft í þú nefnir skúla og fleiri entrepreneurs sem eru svona, veist, samkvæmum sjálfur setja allt undir. Varstu það? Varstu samkvæmum sjálfur? Já, ég meina, veist, að þessu litinu til, það er klárt. Langaði að spyrja það aðeins, ég ætla að loka aftur glugganum, það kemur að leiðileg þjóðalíð. Það sem við óframleitt með það. Langaði að spyrja þig í lokin aðeins út af því að komum þessi tími eftir hrun þar sem að þið voru í spaukstofunni helgi eftir helgi, þú og Björgólfur og nokkrir svona sem eru gerðir að ákveðnum bara andlitum hrunsins. Og það er örugglega mjög mikið af fólki sem er ennþá með reiði og allt þetta út af hruninu. En hvað með mitt hina hliðina? Þetta að vera búin að vera að velkjast í dómskerfinu í 16 ár. Já. Ertu bitur yfir því að það hefur farið svona mikil tími í þetta? Já, og fórum alltaf dýrmætt ár, mikil tími. Þannig að já, þetta er maður bitur, þú veist, og maður segir alltaf og svo er sagt, þú veist, hvað er hægt að gera til að breyta þessu? Það er fáránlegt að það megi sko halda fólki og fyrirtækjum í einhverjum svona málaferlum í áratugi, sko. Þetta er ekki heilbrigt, sko. Og ég held að það sem að ef það er ekki búið að finna eitthvað eftir gröft í 3 ár, það er nú ekki mikla líkur að sé ekkert, sko. Af hverju er þetta búið að taka svona langan tíma? Af hverju taka þessi mál svona langan tíma? Það er alltaf sagt að þau séu svo flókin, en ef að með þeirri tækni sem er í dag og það var alltaf eftir hrun Eva Jolie sagði bara follow the money, þú veist, ok, hver fóru síðan að velti peningar og fundust einhverjir milljarða pottar? Nei, það var ekki þannig. Af því það er náttúrulega mjög einfalt að sko alla bankafæslur í heiminum meira og minna eru rafrænar og það er tiltölulega auðvelt að reykja þær, sko. Og tiltölulega fljótlegt að finna veilur í bókhaldi ef þú ert að leita að ákveðnum hlutum. En ef þú ert bara í veiðiferð og ætla bara að reyna að finna eitthvað, þá getur þú alveg dúllaði við það í mörg ár, sko. Og það var eins og í okkar máli, það var bara veiðiferð í gangi, það var bara verið að reyna að finna eitthvað.
En ef að þetta veiðiferð og svolítið svona þetta með Davíð Oddsson og allt þetta, síðan hann hættur að vera forsætisráðherra og síðan hann hættur að vera seðlabanki, af hverju heldur veiðiferðin þá áfram? Já, það spurningin, sko, veist, ég ekkert að endilega segja að veist, bara eins og kemur fram í bókinu, þá er alltaf, veist, ef þú tekur bara þessu nöfn út, mitt nafn og hans nafn út úr þessu og bara horfum bara hvernig þið kerfið að haga sér, sko, að þá er það ekki í lagi og það er kannski ennþá í ólagi, veist, að við séum ekki með stoppklukkuna að segja bara, heyrðu rannsakandi góðu, sko, þú hefur 2 ár til að finna eitthvað á þetta fólk og koma þá með eitthvað eða ekki, sko. Þú hefur ekkert bara allan tíman af því það er alveg jafn mikil refsing að sitja undir því að vera í rannsókn eins og að taka út refsingu, sko. Að hvaða leyti? Já, það heftir þið alveg jafn mikið að vera í rannsókn eins og að vera að taka út refsingu, sko. Af því að þegar þú ert í rannsókninni, ég meina eins og í mínum máli, það byrjuð allar fréttir eða enduð okkar mál að við ættum yfir okkur 6 ára fangilsi. Og það heftir þið alveg rosalega í viðskiptum ef þú ert með það yfir þér. Ég meina, við sjáum þessi orðu höfðu uppi núna í þessum Samherjamáli. Þú veist, þar er svona kunnuleg svona málsmeðferð í gangi, sko. Gagnvart þeim? Ég meina, allavega getum við sagt að þessi tímalengt sem að, sko, mál taka og þessar upprópanir eru svona eitthvað sem að maður hugsi yfir. Ok, en þá kemur samt spurningin þetta með fjölmiðla, því nú til dæmis eins og með Samherja þá er búið að fjalla þetta talsveit mikið í Kveik og sérstaklega RÚV og manni finnst nú umfjöllunin vera að mörguleiti trúverðug og þá kemur ég ætla ekki að ég segi samt í svona málum alveg saman hvernig eru tilkomið, þá er það bara þannig að það á að setja einhvern ákveðin tímaram á þetta, sko. Af því að draga fólk og fyrirtæki í gegnum einhverja margra ára rannsókn og er eitthvað sem að á bara ekki að líða, sko. Hvað er erfiðast við það? Líður mann eins og maður sé fastur eða hvað er það sem er erfiðast? Já, þú bara, ég meina, þú veist, þú ert í fyrsta leið með Google-in, þú veist, þú kemst ekki löndniströnd ellendis þegar þú ert með þetta yfir þér úr svona máli í gangi, sko, og náttúrulega bara mjög erfitt að aðtapna þig og, þú veist, ættu menn að vera að fara í viðskipti við einhvern sem er í einhverjum svona málum, sko. Þú veist, hvað er búið þér, sko. Hvernig er þú staðan á þig núna ef að þú ert loksins komin á þennan stað að þessi mál eru frá? Upplifir þá einhvern veginn eins og sért svona að fá tækifæri til að byrja seinna áleik núna? Já, ég hef sagt það, sko, að þetta er svona já, þetta sé svona seinna áleikur. Og hvaða augum lítur í seinna áleikin og allir er ekki bara meira á miðjunni, minni sókn, sko. Nei, ég held að, veist, mann það er komið með mikla reynslu. Reynir þá að spila til því. Ég myndi spyrja þig í lokin, bara ef þú verður að gefa 18 ára útgáfu af sjálfum þér ráð, komið með alla reynsluna sem þú ert komið með, af því gefnu að 18 ára Jón Ásgeir myndi hlusta. Fyrsta lagi myndi hann ekki hlusta, sko. Að því gefnu að myndi hlusta? Að því gefnu að myndi hlusta, sko. Já, ég held að sé, sko, já, það er náttúrulega bara einfalt, þú veist, að missa ekki fókusinn, sko. Það er, þú veist, ekki færast of mikið í fang og vera þú veist, gera öll verkefni illa í staðan fyrir að gera, sko, 7 góð, sko. Eða 1 eða hvað sem það er, sko. Og og ekki fara í pólitískt aðeð og þú hefur ekki áhuga á pólitík. Ekki fara í pólitískt aðeð og þú hefur ekki áhuga á pólitík. Það er spyrðað eina alveg blálógina því Kári
Stefánsson var hérna hjá mér í fyrsta þætti og hann talaði svolítið sem oft menn sem í miklum umsvöfum að það væri svona stærsta eftirsjón hans að hafa ekki varið nægum tíma kannski með börnunum sínum og svona. Hvernig það þegar þú varst í öllu þessu, ég að gefa mér að það hafi ekki verið mikill tími fyrir? Það var ekki mikill tími. Nei. Það eitthvað sem þú horfir tilbaka og... Sjálfsögðu. Það bara þannig, sko. Það fór mikið tími í spillis. Og láta það vera lokaorðið. Já, skulum hafa það loka orðið í þessu marathon viðtali. Takk fyrir komuna. Í Hitta Company. Takk fyrir komuna. Já, takk. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mig langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.